Og samfélög gera þetta líka. Ef við hugsum bara sko hvernig við notum sögur í samfélögum. Það eru tvö hugtök sem við langar til þess að draga upp í því samhengi. Annað hugtak sem heitir epík og hitt hugtak sem heitir mýta. Og hafið þið heittið örugglega mýta en hafið þið heittið orðið epík? Er þetta ekki bara epík? Jú, og það er stundum talað að sögur eins og Star Wars og Lord of the Rings séu epic stories. En það eru það ekki. Það er röng notkun á orðinu. Og það er alveg jafn röng notkun á orðinu og að segja þetta er bara mýta í merkingunni þetta er lygi, þetta er ekki satt. Orðin þýða annað, en þau geta hins vegar í yfirfærri merkingu farið inn á það. En epík er saga sem skilgreinir sjálfsmynd þjóðar. Ég skal gefa dæmi. Þið eru öll búin að fara í gegnum sögukennslu í skóla og þið eru búin að læra sjálfstæðis baráttu Íslendingar. Og bara það eitt að segja sjálfstæðis barátta Íslendinga er ofboðslega gildishlaðið leið til þess að framsetja það. Það er eins og kirkjan talar siðbót Martins Luther. Bót þýðir að það hafi verið eitthvað slæmt sem var á undan og okkar er miklu betra. Og það er alveg eins með sjálfstæðis barátta að það gefur til kynna að það hafi verið óvinur, eða ekki, sem vorum að berjast fyrir og gegn, við og gegn, segjum. Og óvinurinn er að sjálfsögðu eins og þið vitið, Danir. Já, og hvernig voru Danir vondir við Íslendinga? Ósanngjarnir. Ha? Ósanngjarnir. Ok. Áttu hvað? Ísland. Akkurat. Ok. Okkur bara skylda til þess að, okkur bara ýmsar skyldur til Danakonungs. Ok. Ósanngjarnir, hvernig? Ekki það betri hug, strax, en svona, bara það sem verður í sögun, mest í sögun. Það hlýtur að vera að þeir hafi sett einhver skilyrði til okkar sem þeir hafi ekki réttmætanlega gert vegna þess að þeir þekki ekki aðstæðunum hérna vegna þess að þeir ekki hérna. Hlýtur að vera einhver svona. Og þetta dæmi sem er tekið í sögukennslu er einokunarverslun. Það að Danir máttu einir versla hér á Íslandi. En ok, og við þekkjum öll þessu sögu, hvort sem við þekkjum hann í smáatriðum ekki, þá þekkjum við hana vegna þess að hún er okkar epík. Hún er okkar svona fæðingarsaga sem þjóð. 17. júní höldum við hátíð Jóns Sigurðssonar sem var baráttu jöfur með sjálfstæði Íslendinga gegn vondu dönum. En það eru margar hliðar á þessari sögu. Og ef við til dæmis skoðum söguna frá sjónarhóli Dana, þá kemur í ljós svolítið önnur saga. Í fyrsta lagi það að Danir báru skyldur gagnvart Íslendingum, til dæmis það væru vörur á Íslandi vegna þess að við vorum á ábyrgð Dana. Þannig að það verður ábyrgð Dana að sjá til þess að hingað bærist matur frá Evrópu. En það er ekki arðbært að stunda viðskipti við Ísland. Þú grænir ekkert á því að vera kaupmaður og sigla og selja vörur til einhverja örfára sem að búa hérna úti í Ballarhafi, Þannig að Danir setti þá reglu að kaupmaður, vegna þess að þetta var ekki arðbært, eina leiðin til þess að fá hann til þess að sigla var að hann væri með einokun á því svæði sem hann var að sigla til, Skiljið það? Það er verslunarhliðin. Önnur hlið á sjálfstæðisbaráttunni sú er hvað á að fá við sjálfstæði? Og hvað er í gangi í Danmörku þá? Seinni heimsstyrjöld. Já, og hverjir réðu Danmörku þá? Þýskaland. Já. Þýskaland var hernumið af Danmörk var hernumið af nasista Þýskalandi. Og ég meina, við stillum sögunni þannig upp sem að við séum hetjur að hafa losnað undan valdi Dana, en Danir voru búin að vera undir hernámi nasista í 5 ár, skilur. Vá. Ég var bælt í þessu. Þetta var áhugavert, svona, eru þeir niður? Já! Auk þess sem að við vorum ekki með sjálfstæðan efnahag, en hann myndaðist á stríðsárunum. Á stríðsárunum var til markaður fyrir fisk út í Bretlandi sem veitti okkur mikinn pening og við vorum komin á spena Bandaríkjamanna, ef svo máttu segja, þegar við loksins fengum sjálfstæði. Ég er ekkert að gera lítið úr því að við höfum verið sjálfstæð þjóð, ég er ekki farin í þá umræðu. Ég er bara að segja, við erum með epík sem þjóð. Við erum með sögu sem við segjum af því hver við erum. Og við segjum hana þannig
að við erum flott og við erum best og það er óhjákvæmilegt af því að, þú veist, ég meina, ef við myndum segja söguna af því hvað við vorum kjánalega að verða sjálfstætt, skilur það. 1944, kjánalega Íslendingar. Ég meina, já, þú veist. Og allar þjóðir eiga svona sög, epíska sög. Og í sömu tilfellum að þá er það mýta. Fyrir ekki, í öllum tilfellum er það mýta, en í sömu tilfellum er það trúarleg mýta sem á sér stað. Og nú hefur spyrjum, hvað er mýta? Líði. Já, ok, við vorum búin að, sko. Það er íkja bara. Sko, þetta er ekki lygi. Þetta er ekki lygi. Alveg eins og epík er ekki skáldsaga. Sko, orð og hugtök að þau fá ákveðna merkingu í daglegri notkun. Þessi hugtök, þau hafa fræðilega merkingu sem er þrengri og svo hafa þau víðtæka merkingu sem er ónákvæmari í daglegu tali. Og í daglegu tali það var mýta, lygi og epík, skáldsaga eins og Lord of the Rings. Nú er að koma út epíska sagan Star Wars á Blu-ray, eitthvað, skilur við. Þetta er ónákvæm notkun, þetta er ekki röng, skilur við. En sko, ef mýta er miklu meira heldur en lygi. Nefnir dæmi mýtu. Er þetta á íkt? Það er svona einhver samheiti. Svona víðari... Nei. Nei. Sko, mýta er hugmynd sem að er yfirnáttúruleg yfirleitt, ekki alltaf, en hún er ekki þess eðlis að, sko, ég verði eiginlega bara að koma með dæmi til þess að, sko, ég ætla bara að byrja að verða þessu dæmi. Píslasaga Jesú er mýta. Og þetta er einn kröftugasta mýta mannkynssögunnar. Það er að vera margar kröftugar. Krossfesting Jesú er mýta. Sko, þetta er saga, er það ekki? Þetta er saga mann sem fór á kross og dó. Það voru bara búin að taka alltaf nema bein, einhvern veginn. Maður, kross. Sko, Jóhannesar guðspjall, eitt af 4 guðspjallum Nýja testamentisins, eyðir þriðjungi af sínum tíma bara í það að tala krossfestinguna og uppreisnuna, píslarsöguna, þriðjungur af guðspjallum. Þannig að það er alveg augljóst að þetta er ekki ævisaga í merkingunni, það er ekki eins og sagt sko hvenær hann fæddist, hvað hann bjó eða eitthvað Jóhannesarguðspjallið, það er bara sagt í upphafi var orðið var hold eitthvað sko og svo bara allt í einu komin einhver Jesús sem var vinur og fyrir að kenna sko. Og allt er að leiða upp á krossum. Þannig að krossfestingin í guðspjallunum er aðalatrið, þetta ætla ég að taka dæmi sem var aðeins einfaldara, en þú veist, gott og vel. Og af hverju erum við að segja söguna á krossfestingunni? Af hverju skiptur hún máli? Það er svona aðalatrið. Já, en af hverju hún aðalatrið? Það er boðskapur. Já, og hver er boðskapurinn? Frelsun. Frelsan. En þetta er ekki móralsk saga. Þetta er ekki saga sem að segja, sko, þú veist, ef þú talar gegn kerfinu þá voru festur upp á kross. Þetta er ekki svona dæmisaga. Heldur, það er upprisan sem er aðalatrið og merking hennar. Þannig að, sko, að krossfestingafrásagan er ekki saga í sjálfu sér, heldur hún saga sem er að lýsa ákveðnu ástandi sem að er hér, núna, ekki það? Hún er sko, Jesús er krossfestur, upprisinn, hann er frelsari, sko, skiljið, þú veist, þetta er saga sem að hefur trúarlega skírskotun. Og ef við, sko, að því að við erum kristina, þá erum við ekki svona aðeins óflókin staður, sko, en sjáðu þið, allar trúarlegar mýtur hafa þennan tilgang. Það eru
grísku sem dæmi. Þær hafa þennan tilgang líka. Í kristindóminum allur þunginn settur á eina mýtu, sem mýtan krossfestingu og uppreisu. En sjáðu, það að segja að krossfesting Jesú sé mýta hefur ekkert að gera með sannleiksgildi sögunnar. Enda það ekki sögulegu atburðirnir sem að skipta máli í mýtunni, heldur hvað þið segja okkur. Skiljið hvað við? Og þess vegna þetta mýta. Og mjög oft að þá fara mýtur og epík saman. Og í Gamla testamentinu þá erum við með eina þekktustu slíka mýtu, sem sagan því þegar að Móse leiðir þræla úr Egyptalandi inn í fyrirheitnalandið sem Ísrael. Og þessa sögu þekkjum við, vegna þess að þegar þau eru í kirkjustarfi. Hún epík vegna þess að hún saga sem skilgreinir sjálfsmynd þjóðar. Ef þú ert gyðingur, þá heimalandið Ísrael. Og ef þú spyrir af hverju, þá það vísar í þessa epík. Sjáðu þið. Og hún mýta vegna þess að hún fjallar líka ekki hvers konar þjóð það heldur bara orðið Ísrael þýðir Guðs útvalda þjóð. Guðs útvalda þjóð. Það að segja, Guð með áætlun með þjóðina sem að mun opinberast í farvandi tímans. Og kirkjan kallar sig Ísrael vegna þess að kirkjan lítur á sig sem opnun á því, sko. Sjáðu. Ég að benda ykkur á að sko það engin eðlismunur á sögunum sem foreldrar að segja og sögunum sem skilgreina hver við erum. Það bara sko sögurnar úr einni hjá Katrínu og sögurnar úr rændum álfum í Danmörku, afrekssögur og barnæskusögur og fjölskyldusögur úr Gosinu 72. Sko þetta skilgreinir hver þið eruð sem eining, fjölskyldan, og hver þú ert sem manneskja. Þetta segir þér hvar þú ert, þetta segir þér hvaðan þú kemur, og út frá því að þá getur þetta sagt þér, og það þitt að túlka það, hvert þú ert að fara. Og við erum með sem samfélag, sko, nú erum við til dæmis að ræða sem samfélag hvort við erum að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Og inn í það blandast að sjálfsögðu sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Ætlum við að afsala okkur sjálfstæðinu, spyrja einhverju, sko. Skiljið hvað við? Við erum bara búið til sögu sem segir okkur hver við erum, og það að gangin í Evrópusambandið erfitt fyrir Íslendinga vegna þess að þá erum við að afsala því sem að okkur finnst við vera út frá þeim sögum sem við notum og vinnum með, sko. Og aftur ég ekki að tala hvort við fara inn í og út og ég bara benda á hvernig sögurnar eru að skilgreina okkur sem samfélag.